Óli, sögulegu sigur hérna. Já, Og þetta að var tryggja sig rosalegt. A-deildinni áfram Já. ári. Þannig að, Þessi deildakefni skiptir ykkur móni. Það er bara spurning að vinna réttu leikina. já, klárlega. Stelpunar eru svo miklu töffarar. Það er svo geðveikt maður. En það, nákvæmlega eins og nefnið, það er bara, voru töffarar og héldu haus og duttu reyndar þarna alveg í 12 stig undir, 10-12 stig Já. á kafla og áttu mjög erfiða mínútur þarna í lok þriðja. Já. Við ætlum ekki að dvelja á því, en hérna... En við ætlum svolítið að tala um það aðeins, af því að við Já, vorum já. búin að undirbúa okkur undir það, af því að þriðileikundir hefur verið svolítið óvinnur okkar. Þannig að við mistum ekki hausin núna eins og við erum búin að gera undanfæri. Þannig að það er ég sko stoltastur af. Við komum bara tilbaka því við vissum að ef við myndum bara halda áfram, þá myndum við nálgast þar aftur og þá myndum við taka leikina því að þeim leið ekkert vel þegar þetta var svona jafnt sko. Nei, maður sá að þær voru mjög stressaðar. Já. Óli, og svo náttúrulega er það orðið ljóst, Litháarinn í dag, þannig að þær eru andstæðingar ykkar á morgun. Já. En náttúrulega sigur er sigur og þið áfram í A-deildinni, en Já. hvað er svona markmiðið með morgundeginum? Herðu, nú bara förum við þær, ég horfði nú á leikinn hérna áðan og hérna, þetta er lið sem að við höfum alveg ekki unnið. Þannig að ég er bara mjög spenntur fyrir því að undirbúa mig núna fyrir Litháen og hérna, gera allt sem að við getum til þess að vinna þann leik á morgun. Já, það er mikla sviftingar því að liðin sem voru í úrslitaleiki fyrra, Frakkland og hérna Slóvenía, bæði lið dottin út. Já. Þannig að þetta verður eitthvað gjörbreytt mót núna sem er Heldur betur, sem er bara geðvægt. Ísrael vann í dag og Ísland vann í dag og þú veist, þetta er bara engin bjóst við þessu. Nei. Þannig að þetta er bara beauty við körfuboltann. Þetta er svo geggjað með þessu. Heyrðu, leyfum okkur að njóta. Takk fyrir það. Takk hérlega.